Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur, hann skrifaði hérna: margar ára skeið hefur umræða verðlag á Íslandi ítrekka rataði ógöngur. Það náði nýjum hápunkti í kjölfar fréttar Morgunblaðsins á dögunum, þar sem sagt var að miðað við tekjur okkar sé maturverð lágt. Kaupmáttur það sem að raunverulega skiptir máli, ekki tölur á blaði, sama í hvaða gjaldmiðli þær eru. Hann ekki bara að taka matarkörfuna. Verðlag í hlutfalli við ráðstöfunartekjur á mann 2024. Almennt verðlag matarkarfan, föt og skór, rafmagn og hiti, flutningar, hótel og veitingastæðir. Allstaðar Ísland í 3. sæti. ESB hérna langt fyrir neðan. Það miklu dýrara fyrir Spánverja á sínum launum að fara og kaupa mjólk út í búð heldur en fyrir Íslanding á sínum launum. En fólk vill ekki skilja þetta og þetta kristallast í kommentakerfinu, til dæmis Egill Helgason, sem bara mjög skýr, greinandi oft á tíðum og engin vitleysingur. Hann skrifa hérna orðrétt: þetta skrýtnasta framlag á öllum til umræðunar. Að reyna að sannfara Íslendinga að hér sé ódýrt að lifa. Konráð hann svarar: lastu greinina. Myndirðu þá frekar kjósa lægra verðlag og enn lægri laun? Það til fullt af löndum þar sem þú finnur lægra verðlag og enn lægri laun, mæli sérstaklega með Úganda. Og svo segir Egill: Konráð, málið bara að fólk hefur komið til útlanda en að segja að þú ferð út í búð í Evrópulandi og mjólkin ódýrari. Fólk hefur alveg séð þetta, Konráð, að þýðir ekkert að reyna að ljúga þessu okkur. Og maður bara það alveg sama hvaða rökur sett á borðið, hvaða sannanir koma fyrir því að okkur sé betur borgið utan Evrópusambandsins, að það mun ekki breyta neinu fyrir þetta fólk.